Katrín Oddsdóttir, Kjörsvel. Takk. Já, ég ætla að segja bara nokkur orð. Ég þakka líka kærlega fyrir niðurstöðunar, þessar tillöguminni. Ég held í sambandi við það sem Pavel spurði áðan hvort það þyrfti að vera ítarlegri ákvæði til þess að, eða hvort við ættum að leyfa löggjafanum meira svigrúm, þá held ég að sko miðað við þessa útfærslu sem við fengum lýsingu á, þá þurfum við að vera aðeins ítarlegri, vegna þess að ég held maður geti ekki lesið út sko þessa hugmyndafræði úr því sem að hefur verið lagt fram hér. En ef ætlunin er að hún skuli vera svo sem að notuð verður á Íslandi, þá þarf held ég að tilgreina það aðeins betur. Svo velti ég fyrir mér tölunni 8, þarna kjördæmi skulu fæst vera 1 en flest 8. Ég bara spyr að því hvaðan svo tala kemur, að því ég veit að það eru kannski held ég 7 í dag. Og svo hef ég alltaf svolítið verið svona efins þetta hérna með að í 4. grein, að þar segir sko sem sagt að í 2. málsgrein að hæstaréttardómarar eru þó ekki kjörgengir. Ég velti fyrir mig hvort þetta eigi við kannski fleiri embættismenn. Nú erum við að skrifa inn ríkissaksóknara og umboðsmann Alþingis, hvort að það ætti að skoða að þetta ætti við með einhver ákveðin embætti, eða hvort að það sé stemning fyrir að hafa bara hæstaréttardómara þarna undanskilda, því mér finnst þetta svolítið stílbrot og svolítið skrítið. Ég skil pælinguna en ég held að þetta sé samt svona einhverja leifar sem þarf eitthvað að skoða betur. Svo langar maður að spyrja almennar spurningar í sambandi við þessa útfærslu í 1. grein aftur, og það með kjördæmi, að því ef ég les greinina samkvæmt orðana hljóðan, þá get ég ekki fengið það út að þessi kjördæmi þurfa endilega að vera landfræðileg. Það er talað um kjörskrá og það er talað um kjósendur og það er talað um kjördæmi, en það er ekkert talað um það að þessi kjördæmi séu í raun og veru landfræðileg. Er rétt skilja mér? Þannig að ég er að velta fyrir mig sko, erum við komið með Wagner-grúppuna Þorkels inn, og þá er það með vilja ef svo er. Þannig að ég bara spyr hvort þetta sé hérna málið. Og svo langar mig til að segja að þó þetta sé einfalt þegar Pavel lýsir þessu svo vel, hvernig þetta kerfi muni virka, þá er þetta samt flókið, þetta er flókin breyting fyrir fólkið með það sem við höfum núna. Þannig að við þurfum, þegar við kynnum þetta, ef við ætlum að segja að þetta verður okkar endalega niðurstaða, að útfæra þetta aðeins meira held ég í textanum og að gefa frá okkur einhvers konar svona stórkostlegt kennsluefni sem útskýrir þetta og þannig við getum bara sett það á okkar vefsíðu og fólk getur farið inn og prófa svona kjörseðil og fundið út. Við þurfum að útskýra þetta almennilega. Þetta er mjög flókin breyting þó okkur finnst hún einföld eftir að við séum búin að hlusta á þessa sérfræðinga okkar, tala um þetta og þeir eru búin að marinera þessu upp úr þessu og við erum öll orðin svona svolítið smituð af því. En ég held að þetta sé rétt sem Þorkell bendir á að hlutbundin kosning er ekki mjög gegnsætt orðalag, en það leiðir einmitt mál mitt á næstu spurningu sem er með þessa framboðslista. Ok, hvað ef einhver vill bara bjóða sig fram einn og sér? Er hann þá listi? Sko, þetta orð listi kemur ítrekkað fyrir og mér finnst þess að sé einhver undirliggjandi takmörkun fólkin í því. Að sé eitthvað með þannig ef einhver manneskja vill bjóða sig fram þá verður hann að finna með sér einhver aðra á lista. Svo sýndist mér að virka þannig í kerfinu að flokkurinn væri talin fyrst eða þá listin. En mætti bara ein manneskja bjóða sig fram alveg á lista. Ok, æðislegt. Þá er ég mjög glöð og þakka ykkur fyrir. Og ég held að komi frekari athugasemdir frá einhverjum öðrum á eftir, en takk hérlega fyrir.